Hvernig virka myndavélar? Það er alveg sama hvort við erum með gamla ódýra svona myndavél, hvort við erum með GSM síma eða splungu nýja myndavél með stórri og dýrri linsu. Þetta virkar í grunninn allt nákvæmlega eins. Á öllum myndavélum er linsa. Það er hins vegar mjög breytilegt hvað þessar linsur eru fyrirferðarmiklar. Á farsímanum er hún bara pínu lítil, en á stóru myndavélum sem þetta skiptum linsur geta verið ansi stórar. En inni í linsunni er það sem kallast ljósop. Það sem stjórnar því hversu mikið ljós kemst inn í einu. Og ég get sýnt ykkur ljósopið hérna. Hér erum við með staðsta mögulega ljósop og hérna minnsta. En ljósopið hefur líka áhrif á hversu mikið er í fókus. Ef við erum með lítið ljósop eins og hérna þá er mikið í fókus, þetta er öfugt. Stórt ljósop gefur okkur lítið í fókus. Fyrir aftan linsuna kemur svo lokarinn. Hérna er ég með gamla myndina sem ég get sýnt ykkur lokarann. Hér er hann á bak við spegil. Það er spegil hérna sem varpar myndin upp í það sem ég horfi með augunum. Það er ekkert á öllum myndavélum. En það er á öllum myndavélum lokari sem opnar hérna í gegn. Á þessari vél var filma hérna á bak. Lokarinn opnar þannig að ljósið fellur á filmuna, en á nýlegum myndavélum, eins og þessari hérna, að þá fellur ljósið ekki á filmu, heldur á myndflögu. Sjáum það hér. Myndflagan gegnir sem sagt sama hlutverki og linsur gerðu hérna áður og gera reyndar enn. Það er sumir sem að taka ennfrá myndir á filmuvélar. Þannig að ljósið kemur inn í gegnum linsuna, í gegnum ljósopið sem hefur áhrif á hvað mikið er í fókus. Og ef ljósopið er lítið þá þarf lengri hraða og allt það. Það er svona, förum ekki alveg út í smáatriðin þar. Fer hérna í gegn, fram hjá lokaranum sem stýrir því hversu lengi er opið. Eins og ég sagði, stórt ljósop, þá má ég hafa opið mjög stutt, en ef ég hef minna ljósop, þá er ég að opið lengur. Og svo fellur ljósið á myndflöguna eða filmuna, eins og ef ég væri með þessa vél. Og þannig verður til mynd. En svona virka myndavélar í grundvallaratriðum.